Tilefni þessa fundar það að á kvennaráðstefnu sem haldin var í Reykjavík í sumar var samþykkt svo ályktun að konur tækju sér frí á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október til þess að leggja áherslu á mikilvægi vinnuframlags síns. Kæru baráttusystur, fyrsta fundarsamþykkt sem ég veit til að hafi verið gerð þennan dag var gerð á ráðstefnu láglauna kvenna í janúar í vetur í Lindabæ, síðan endurtekin á Neskaupstað á fyrstu sumardögum. Í júní á stóru loftleiðaráðstefnunni skeði undrið, konur úr öllum stéttum úr öllum stjórnmálaflokkum þjöppuðu sér saman og báru fram tillögu að allar konur á Íslandi tækju sér frí þennan dag. Og þessar konur þær gerðu meira, þær héldu hópinn í allt sumar, örfuðu konur til dáða og síðan var kallaður saman fundur í haust í Hamragörðum og annar í Norræna húsinu. Konurnar þustu að og þetta árangurinn, hér erum við svona margar. Hvað veldur þessu mikla áhuga á þessum degi? Ég tel að það sé launamisrétti sem konur eru beittar og vanmat á störfum þeirra yfirleitt. Ég tala hér sem verkakona og þetta eru mín sjónarmið. Já, velkomin. Þarna sáum við bút frá kvennafrídeginum eða kvennaverkfallsdeginum 75. Aðalheiður Bjarnfreðardóttir með ræðu og þarna var fjöldasöngur og ýmislegt, stór og mikil mæting, gott að sjá þetta og við ætlum að ræða eins þessi mál hérna í dag, feminisma, kvennabaráttu, kvennafrídaginn eða verkfallsdaginn, eins og ætti kannski frekar að kalla hann og þær eru með mér hérna, Sara Stef Hildardóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Valgerður Þónn Pálmadóttir og Sonja Þorbergsdóttir. Takk hérlega fyrir að koma. Valgerður, þú varst hérna nýlega með erindi hjá okkur í stjórnmálaskóla Sósíalistaflokksins kvennaverkfall í 50 ár. Þetta þarna 75, þetta var þetta toppað í fyrra með fjölda að gera? Já, algjörlega, þetta náttúrulega okkur Íslendingum hefur fjölgað það verður nú að segjast og ég myndi nú halda að mætingin hafi að það við tekist að toppa mætinguna. Hvað myndir þú segja, Sonja? Já, svo allavega með yfirlitsmyndir, já. En svo líka þetta, í hlutfalli við fólksfjölda, þá veit maður ekki alveg. Og þetta kom, þannig að 75, þá var þetta að koma úr ráðstefnu láglauna kvenna, eða hvernig var það? Þessi hugmynd spratt svolítið þaðan að halda þetta svona sameiginlega? Já, sko, Rauðsjókarhreyfingin var búin að ganga með þessa hugmynd svona í maganum, alveg frá stofnun. Og þær komu aftur að þessari hugmynd nokkur sinnum. Og það er spurning hvort að þær hafi fengið hana til dæmis frá Bandaríkjunum að það er þessi Betty Friedan hvatti sem sagt konur í Bandaríkjunum til þess að fara í verkfall á 1970 og það var þessi samtök NÁ þessi bandarísku jafnréttis og femínísku samtök og það var svo sem kannski meira tákgrænt þar heldur en eitthvað verkfall en ég held að þessi hugmynd sé rosa sterk, allar konur að sameina allar konur þvert á stéttir og kringum 1970 svona eftir 68 þá náttúrulega önnur bylgja feminisma í hámarki og bara stéttapælingar eru mjög bara fara hátt og og mikið talaði með mitt vinnu kvenna þannig að kannski verkfalls svona hugmyndir að fara í verkfall hefur þótt vera mjög svona hvetjandi. Já, og nú síðan þá hefur kannski nást árangur í ýmsu en í dag þá sjáum við að kvennastéttirnar eru margar langt svona undir þeim launum sem ætti að teljast eðlileg fyrir þá vinnu sem þeir leggja til. Það er þörf á baráttu áfram. Já, og það kannski líka að því að, ég meina þetta hafa verið margar bylgjur feminisma en það hafa líka verið svona, hvað maður að segja, mismunandi hvað er svona efst á baugi umræðinni hverju sinni og ég meina Rauðsjókarhreyfingin var með þetta alveg á hreinu, við heyrum hana aðallega Bjarnfreðs, hún að draga þetta sérstaklega fram, vanmat á kvennastörfunum
En hvað gerist í millitíðin eitthvað sem ég mitt aðeins verið að reyna að átta mig á og svona hefur verið að velta því upp hvort þetta tengist í að hérna upp á 1990 fyrir meiri í svona einstaklingshyggju og svona svolítið að konur komast í valdastöður frekar og kannski ekki verið að horfa á heildina eða hópa og tryggja stöðu þeirra, hvort að það hafi verið meðal annars ástæðan fyrir því að svona allavega áherslan hverfi frá þessu. En svo auðvitað má líka sjá að það hefur grípið til þess að ráða, ég menn það voru sett lög hérna 1967 sem áttu bara beinleinis útrýma launum kynjana á okkur mann ekki 6 eða 7 árum og hérna, en vandamáli kannski alltaf verkfærin, hvernig gerur þetta? Og í dag að þá erum við komin talsvert nær því að vita hvernig ég að gera það og erlendar sem íslenskar rannsóknir, þú veist, benda á þetta sama að megin ástæðan fyrir því sem eftir stendur á launamunni kynjana sem já að minnka en allt og hægt vegna þess að stéttir þar sem konur miklu meiri hluta eru vanmetnar og hver besta leiðin til þess að bregðast við því, það með svo kalluðu virðismati starfa með því að meta störfin og bera þau saman þvert yfir og það verið að gera hér á landi hjá sveitarfélögunum með svo kalluðu starfsmatskerfi en það tekur bara til grunnlauna og allar ásóknir sína svona launamunur birtist í svona aukagreiðslum og svo ekkert svona kerfi hjá ríkinu, þannig að þú ert ekki með neitt þess að benda til dæmis á hérna einhverju starfstéttir starfa inn á Landspítala samanborið við, ekki einhverju starfa í Seðlabanka eða þú veist að þetta oft þessar stéttir sem eru að sýsla með peninga eða byggingaframkvæmdir eða svona eitthvað álíka sem eru svona hæstu laununum en síðan koma þau sem eru með óáþreifanlegu verðmætin sem eru að skapa eru á lægstu launum og þar eru kvennastéttirnar sérstaklega. Óáþreifanleg verðmæti, getið þið sagt okkur aðeins meira frá því? Hvað felst í þeim? Þetta ekki, sko, ég meina, þetta mjög áhugavert að ég bara verið svona forvitin að heyra á þetta, sko, með að sveitafélögin eru þá búin að sína eitthvað frumkvæði í því að hefja athugun á þessu en ríkið ætlar ekki að sína sama frumkvæði. En það ekki líka, ég meina, við erum alltaf svolítið að kljást einmitt við þessi ólaunuðu störf og ég bara sem svona leikmaður leikmaður pun intended í kvennabaráttunni veit allavega þetta að ég meina við erum það verður hlutskipti okkar sem konur í einhvers konar sambandi við maka að sjá heimilið, sinna alls konar ólaunuðum störfum og sögulega þegar að konur fara svo og hjálpa til eins og í seinna stríði við að reka þær styrjaldir það voru þær sendar aftur heim síðan í kjölfar þess og þegar þær fara loks út á vinnumarkaðinn að þá eru það raunverulega endurspeglað störfin, þessi ólaunuðu störf sem voru unnin inn á heimilinu og þarna liggur ekki þessi flókni útreikningur á hvernig á að reikna launamunin. Þetta sem svona rosalega óáþreifanleg, eða ekki? En ég að vera svolítið kaltæðin hérna. Nei, menn þetta alveg rétt. Þú veist, ef við segjum bara það rosalega margt sem hefur áhrif á launamun kynjana og það einmitt, þú veist, atvinnuþáttaka, þú veist, hún aðeins minni hjá konum á Íslandi heldur en kalla en á heimsvísu bara hæst, þú veist, og þarna kemur þessi jafnréttisparadísar aftur yfir. En svo kemur þetta hitt að það 3/3 kvenna á íslensku vinnumarkaði í hlutastörfum og þeir eru að spyrja okkur, að því að bera þá megin ábyrgð á börnum og heimilisaldi. Þannig að það minnka við sig frekar af því að það eru yfirleitt launalægri og þá það bara skynsamlegast fyrir heimili. Svo kemur að fæðingarorlofinu og okkur ekki búið svo gæfa að skipta því jafnt með lögum, þannig að konur eru ennþá að taka meiri hlutan af því og svo þetta kemur ummunnabilið þar á eftir, milli fæðingar og leikskóla og þá sjáum við að þessum fyrstu árum, þú veist að þá eins og fyrst á öðru ári barna þá kannski tekjutap kvenna í kringum 30% en kalla eitthvað svona smá fyrsta árið og svo nánast ekki neitt af því að þú veist þeir taka ekki að blant fæðingarorlof. Já, svo náttúrulega kemur í framhaldinu hlutastörfin, þú veist, þú ert að frekar hlutastarfi og svo er það með náttúrulega ávinna læri lífeyrisréttindi, þú veist, út og þeir starfsæfinn þín bara á læri launum út af hlutastarfi. Og skert tímalega alls konar þannig að þú verður af réttindum á meðan og svona. Já. Þetta virðist vera svo ótrúlega sleipur, djúpur pottur fyrir konur að reyna að komast upp úr, því svo líka annað sem ég hef haft svona rosalega áhuga á GDP, þjóðhagsframleiðsla, það nú annað svona reiknistæmi líka sem alveg rosalega flókið að reikna út af því að framleið kvenna til þjóðarframleiðslu sem bara náttúrulega sama dæmið þannig. En sá sem bjóð til þá mæleiningu
Þannig að ætla sér aldrei að þetta er eini mælikvarðin yfir allt saman. Og eins og þú segir, þú veist, það tekur að engu leyti tilliti til sko ólaunaðra starfa og margt bara í okkar lífi sem við teljum mikilvægast og ekki nema takmörkuðu leyti til einu sinni þá launas vinnuframlags kvenna í þessum störfum það sem er verið að skapa óáþreifanleg verðmæti. Og þá auðvitað svona hefur, Ísland þar á meðal einhverja þjóður reynt að draga fram hefur verið að mæla hlutina öðruvísi og verið með velsaldar mælikvarða en þetta er oft svona svolítið frekar svo tikk í box heldur en að þessi raunveruleg svona grundvallar hugsunarbreyting og ég held að það sé líka þú veist, og þess vegna ég hef alveg farið svo niður í kaninuholu við að velta fyrir mig sko hagfræði þó ég sé ekki mentið í þeim gera að því það er svolítið þannig að þessar hagfræðikenningar stjórna heiminum og þar með þetta bara eitthvað svona náttúrulögmál en þetta er sko félagsvísindagrein og þá bara fara þær eftir því. Já, farið með eins og náttúrulögmál. Já. Sem við gerum ekki. Enga veginn. Mér finnst athyglisvert þegar ég er að tala um sveitarfélögin og svona aðkomu þeirra því að meta störf og bara í samhengi við einhvern veginn þessi útvistun á störfum og þá fyrir maður að hugsa ræstingar, hver í ræstingum og hvað ég held að það veri könnun vörðu sem að bara sýndi bara mjög vel, þú veist, hvernig þetta er einhvern veginn bara svona botnin, þú veist, í kjörum og öllu því, sko, þannig það er líka athyglisvert að sjá, sko, slagorði sömu laun eða sömu kjör fyrir sömu störf en það á ekki alltaf við að því stundum að vera útvista að því það er svo hagkvæmt í gæsalöppum fyrir rekstur sveitafélaga og þá það einhvern veginn ekki tekið með inn í launa umræðuna hjá þeim sem ráða innan sveitafélaga, mér finnst það bara svona athyglisvert. Það er líka athyglisvert að því að ég meina svo að nefna það, þessi kvennastörf, þú veist, þeim er sinnt ólaunaðinn á heimilunum, koma inn á vinnumarkað og svo stundum að því við sjáum líka trendi í svona sögulega og er svolítið ennþá að það er einhvern veginn verðlagt betur eða þú veist launa betur fyrir til að vera að starfa úti eða þú veist eitthvað sem tengist eitthvað svona líkanlegu þreki en ræstingafólk er náttúrulega brjálaði líkamlega álag í allan daginn og það hefur einhvern veginn aldrei tikkað inn í og svo manni að starfsgreinasambandi kom með dæmi sko að þau myndu reikna út hvað þau væru í skrefum og þá var þetta bara eins og að fara til Akraness og tilbaka eða eitthvað, þú veist, þetta var bara svona sturlu sem enginn einhvern veginn getur sett sig, þú veist, í þessu spór, sko. Eða sjúkraliðar eða fólk á spítalum eða umönnunar aðeinar, hjúkrunarheimili, allt sem líkamlega áreynsla, Og þessar kvennastjættir eins og þau talaði með þar sem að konur eru meira að vinna, bara hlutfallslega, það er mikið í umönnun og í svona velferðarþjónustu og ræstingum líka núna. Og þessi störf eru vanmetin, klárlega, þú veist, þetta fólk er ekki að fá það sem það þarf í mörgum tilökum. En svo var mikið talað um það á kvennafrídeginum í fyrra að það voru mikið af konum sem að bara hreinlega vissu ekki af þessu eða kom ekki og voru einmitt í vinnunni og þá kannski mikið til fólk af erlendum uppruna, konur sem að tala kannski ekki íslensku og vita bara ekki hreinlega að þetta er í gangi. En það eru nú örugglega ekki á móti því að taka þátt, það er kannski bara vissi ekki eða hvað? Hver er eitthvað svona pælingar um þetta? Er ekki líka bara hver staðan gagnvart sko atvinnurekanda? Eða þú veist, þú kannski hugsar sko ef að ég tek þátt í þessum degi er þá allt í góðu varðandi bara mína stöðu, það er kannski líka einhverju vangaveltur sem að komi. Einmitt. Ég hef ekki heyrt sko beinlínis sem marga hópa sem vissu ekki af þessu, en hins vegar svo sannað er að segja, þú veist, var möguleiki á að taka þátt, þú veist, hefða mögulega bara þegar áhrif að þú myndi missa vinnuna, þú veist, hópurinn sem er á lægstu laununum er líka hópurinn sem er útsettastu fyrir brotum á vinnumarkaði og alls konar svona bara sem aðrir hópar búa ekki við. Og það var auðvitað að því að við sem vorum að skipuleggja þetta vorum að reyna að búa til svona jákvæðan þrýsting og ríki og sveitafélög gengu hana fram með góðu fordæmi og sögðu að þau hvöttu konur og hvart til þess að taka þátt og það er ekki dreigja laununum þeirra og það er auðvitað mjög stort moment, heill dagur fyrir marga hlutfallslega bara mikið og svo voru þá einhver fyrirtæki sem að gera það sama eins og Samkaup og svo svona trýttuðu aðrir eftir og þá tóku fjölmiðlar svolítið upp þetta að reka mikrofónin upp í andlitið og öðrum atvinnurekendum og spyrja hvað þeir ætlaði að gera þannig að það var jákvætt og það myndaðist einmitt svona bylgja sko sérstaklega varðandi útvistuðustörfin, þú veist það sem að vera hvetja þá kaupendur þeirra þjónustu að tryggja að konur og hvar getur tekið þátt en svo, já, þú veist alltaf smá svona ótti hvernig þetta skila sér og þetta sé ekki þá þeirra forsendum að þú veist að konur og hvar sé að velja að taka þátt þetta er svona En mér er svolítið áhugavert að sjá eins og munin á til dæmis sko að forstjóri Landspítalans kom oft í fjölmiðlum
og einhvern veginn studdi þetta og lagði áherslu á það hvað væri stór hluti á starfsfólki Landspítalans, hvort það var yfir 90% sem eru konur bara í öllum og öllum sviðum og hann lagði einhvern veginn áherslu á það, já þetta er kvennavinnustaður og við erum sem sagt undir fjármögnuð og gerði, mér varst hann svona að gera svona pólitík úr þessu, svolítið flotta pólitík, meðan að sko ég er ekki með neitt svona ákveð, ég man ekki eftir ákveðin dæmi en mér finnst eins og til dæmis hótelin og þau sem eru rekstrar aðilar í ferðamannabransanum, þau eru kannski frekar forhert sko, þau eru náttúrulega mikið undir sér og ef að starfsfólki í þrifum og svona mætir ekki til starfa þá bara er gríðalegt tap fyrir þau. Þannig að þetta eru aðilar sem hafa mismunandi hagsmuna að gæta. Forstjóri Landspítalans getur notað þetta sem hann getur pressað á ríki að fá meira fjármagn meðan að hótelin eru í öðruvísi. Þetta snertir þá mjög illa. En er það ekki svolítið slæmt PR fyrir hótelin að spyrst út að bara eiginlega einu hópurinn á vinnumarkaði sem að gata ekki tekið þátt í kvennaverkfalli voru þau sem eru að þrífa hótelherbyggin. Af því að þú veist, ég meina fólk sem er að sækinga er alveg meðvitað ímyndina þú veist allt þetta. Ég held að það farist enginn þó að það sé ekki þrifið eða búið rúmið í dag, þú veist. Skýtur í skökku við ef að konunar eru komnar hingað búin að vinna kannski ykkur tíma og allar hinnar konunar á leiðinni á þetta að svona standa saman og sína samstöðu og þú læstinni að þrífa herbyggin dag eftir dag. Þetta hefur verið svona þeir hefur mist möguleikan og hótelin að búa til gott PR eða auglýsingu úr þessu. Við Íslendingar erum ekki markhópurinn eða fólk á Íslandi, þannig að kannski bara, kannski breytir það engu fyrir það. En svo heyrði ég líka samt dæmi að það hafi ekki, sko, þú veist að því Reykjavíkurborg gaf þetta út þarna yfirlýsinguna, að það hafi ekki skilað sér, sko, eða skilaði sér rauninni seint til einhverja sem voru svona á síðustu stundu bara, getum við alveg, þú veist, tekið þátt hvernig myndi að virka. Þannig að þú veist, þó að þetta sé búið að gefa eitthvað út, þá er líka áhugavert bara hvernig skilaði það sér alla leið, þú veist, með góðum fyrirvara eða ekki og vel útskýrt og allt það, sko. Og það var margir sem leituðu bara til stéttafélagsins sem að leitaði þá, þú veist, til okkar hjá BSIB eða ASI eða Hildarsamtökunum sem hefur kannski mest að gera í skipulagningunni og þá voru við einhvern veginn með þetta undan vinnustafnum, þú veist, af því að við höfum kallað eftir þessu, en sem eru þetta skrítið að boðleiðirnar sé ekki svona skýrari og þarna á milli. Það var einhver stjórnendur sem áttu bara eftir að tilkynna þetta eða það ekki náðist eða hvað það var, sko. Og svo var líka óskýrleiki í því að þegar stóði skipulagði dagskrá og eitthvað svona og fólk að velta fyrir sér hvort þetta væri allir dagurinn eða ekki og var svona smá kurri í kringu það. Og nú er örgulega gaman að mun örgulega ganga enn betur á næsta ári, eða í ár vona maður, eða árun og eftir, maður veit ekki, það verður skipulega geta alltaf stöðut áfram, en mér langar svolítið að breyta yfir í svona hugmyndasöguna feminisma og fleira. Þú ert nýdoktor í hugmyndasögu, er það ekki Valgerður? Jú. Hvenær er feminismi svona sem hugtak og hugmynd og baráttuafl að koma fram? Á 19. öld þá kemur þetta hugtak feminismi fram. Það var reyndar kall sem að held ég fyrst setti þetta nafn á baráttuna, en það er svona að tala svona mið 19. öld sem að þó að kannski svona feminismi í svona hugmyndasögu tilliti, það hefur verið, við lesum það stundum þannig að þetta flokkum við sem feminisma og til dæmis skrifa Mary Wollstonecraft bókinni svona Vindication of the Rights of Women í tengslu við frönsku byltinguna. Það var held ég 1792-3 sem að sú bók kemur út og hún sem er svona þetta tímamótaverk. En svo hefur alveg verið upp og ofan hvort að þau sem að við kannski dagmyndum flokka sem feminista hafa viljað nota þann titil og það nafn. Það hafa alveg komið tímabil þar sem að sósíalískir feministar til dæmis hafa hafnað þessum þessu nafni og tala um að þetta sé svona feminismi borgaralegur og svoleiðis og þannig að og til dæmis konur sem hafa verið svona vinstra megin við miðju hafa stundum hafa oft lent í klemmu í svona, hvað ég segja, svona hvernig er að tala um það með börnin þegar foreldrarnir skilja
hotlustu klemmu hérna, og það hefur líka eins og komið úr hérna frá til dæmis köllum innan hérna bara svo við tölum áðan hérna fyrir þáttinn í verkalýðshreyfingunni og hérna sósíalískir kallar hafa oft hnýtt í feminista og hérna þú veist, þetta ekki hérna, þú veist, að sameinast öðrum konum og berjast undir nafni þá kvenna að konur sé eitthvað politískt subjekt, það ekki, konur eru tvístraðar hérna í ólíkar stéttir og hérna verkakonur eiga fyrst og fremst að sína hérna hotlustum með verkamönnum með sinni stétt. Þannig að það hefur verið svona dálítið kannski stundum þröngur vegur að feta. Tengist þetta kannski, það er sagt í The International læginu, fræga félagshyggjulæginu, það er sagt að frelsi einungis forréttindi nema þeim sé deilt með öllum jafnt og einum, þú veist, eitthvað svoleiðis. Er það kannski að tengjast þessu sumir vilja meina að kvennabaráttu stjættabaráttu og verður eiginlega að vera það, en kannski eftir með eitthvað feminisma sem að reyna að einmitt koma konum upp sem kapitalistum með aristokratum eða þjóðarleiðtogum og þannig og þá ertu kannski ekki í stjættabaráttu en þetta er kannski einhvers konar feminismi sem á rétt á sér en er kannski ekki alveg að snerta á stóru atriðanum. Já, mér finnst alltaf sko eiginlega mikilvægt að hafa það svona í huga að kynjakerfið og stjættakerfið þetta eru tvö hérna en þetta eru tvö hérna kerfi sem samtvinnast en það er ekki að smætta eitt niður í annað. Þannig að til dæmis eins og undirokun kvenna, það er ekki að smætta það niður í að vera einhver bara afleiðing af kapitalisma eða sama með rasisma þótt þetta vinni mjög saman og hérna og að hvað ég segja maður talar ofta eins og maður sé að tala svona eins og í samstæðiskenningatón en ég held að svona kapitalist kerfi notfæri sér svona hérna félagslegan mismund af ýmsu tagi, rasisma og þetta gagnast að flokka fólk niður í hérna í hlutverk og tvístra einmitt samstöðu og svoleiðis en að fólk upplifir náttúrulega fólk upplifir mismun og upplifir sem sagt, hvað sé ég, já, mismun og kúun á mismunandi hátt eftir því hvar það er staðsett og þannig en eitt verður ekki smættað niður í annað. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þannig að mér ef verður mér eitthvað hafna því að það sé mikilvægt að konur séu komist á þing eða séu líka í æðstu stöðum. Það ég held að sé ekki að hafna þeirri baráttu heldur. Mér finnst hún líka mikilvæg. Það er líka baráttumál, þessi sýnileiki og fyrirmyndir og allt þetta. Og bara taka þátt í ákvörðunartökunni. Já, sjálfsögðu, já. En það er kannski svolítið svona forsendurnar fyrir því sem að þvælast fyrir allavega mér, sko. Mér finnst hérna, sko, ég er að nefnilega lesa bók. Það sem að höfundurinn talar sko að þegar að stjórnarskrá Bandaríkjanna var skrifuð, þá var hún skrifuð af hópi hvítra fjárhagslega sjálfstæðra karla og stjórnarskráin sem þetta er þetta plagg sem að þetta nýja móderníska ríki Bandaríkjanna byggir síðan öll sín kerfi á og í henni sem sagt, og raunverulega svo feðraveldis hugsun sem átti sér eða var ríkjandi á þessum tíma hún hefur alveg lokað konur inni, burt sér frá sko, þessari baráttu sem við síðan vinnum, lokar konur inni í svona domestication, þú veist, konur voru, það er svolítið svona svipað að fara að gerast heyrismanni núna, ég meina þetta hefur gerst núna í Evrópu og er kannski á einhvern hátt að hætta á að gerist á Norðurlöndunum að konur missi réttindi sín sem þær höfðu og líka náttúrulega í Bandaríkjunum, þar sem þær hafa misst rétt til þungunarofs, að með sko undirritur stjórnarskrá Bandaríkjanna, það var fest í sessi þetta hlutverk konunar að fara inn á heimilið og verða bara sem er kallað domesticated, bara verða eins og svona heimilstýr, algjörlega, ég meina þær voru bara skrúfaðar frá ákvarðanatöku, þær tóku ekki þátt í svona public ákvarðanatöku, lægra settar konur komu og störfuðu fyrir þær, þú veist, þær voru eiginlega alveg svona gerðar
valdalausar sko og lokaðar inn á þessum heimilum og þetta er svona saga sem hefur ítrekka og endurtekið átt sér stað, ekki satt gagnvart konum, burt séð frá öllu öðru sko, þannig að þú veist það, konur einhvern veginn í mínum huga að það er það sem að svona ergir mig oftast í þessari baráttu þú veist það er svo erfitt einhvern veginn að vera kona á forsendu þess, eða kvár á forsendu þess að vera kona, það er alltaf búið að skrifa þessar leikreglur áður af öðrum sem hafa sett eins og bara þetta tvíhyggjukerfið þú veist það er svo margt sem að er ofan á sem þarf að breytast áður en við getum kannski raunverulega sigrað einhverjar baráttur sko. Þetta var eiginlega þræla siðmenning þó að það hefði verið svona líðréttindi og frjálslindi sem kom að inn en einmitt þessi menn sem skrifuðu stjórnarskrána voru stóri landeigendur með risa þrælakistu með sér og svo til allir eru undirskipaðir nema þeir sem eiga landið þó þetta sé kannski sögulega síða framför á vissu leyti þú veist, í siðmenningunni en konur hafa alltaf þurft að lúta læra haldi bara í sögu allra ritaðar og lengra aftur sögu mannkynsins. Já. Líka athyglisvert stendur ekki hana all men are created equal og þá einmitt hver tilheyri flokkunni menn sko, þú veist, og líka hvernig eru þeir á litin, þannig að þú veist, ef þú ætlar að fara að koma jafn fram við alla þá þarftu væntanlega að koma vel fram við svart fólk en það var ekki gert, þannig að þá eru þessar pælingar ekki pælingar, bara í rauninni systematískt sett fram kynþáttahyggjan og einhvern veginn þetta verður svona subhuman þá ertu ekki manneskja sko þannig að þú veist hvernig er einmitt, þú veist, kona og svört ertu þá ertu ekkert inn í þessu mengi sem Sara var að tala þú veist, konur eru fyrir utan þú veist, konur sem eru ekki hvítar eru þær með hinum konunum eða ennþá lengri burtu Þetta er einmitt, þetta er þarna The Patriarchs bókin þarna sem Angela Saini skrifar en hún talar einmitt líka sko að því að í rauninni það sem þeir voru að gera sko, þeir voru að tala einmitt að því hún nefndi siðmenningu sem ég hef líka rosalega áhuga á þessu hugtaki siðmenning að ég meina það er svo margt sem hefur verið gert í nafni siðmenningar sem er bara algjör barbarismi þetta er eitt eiginlega meðal þess sko, ef þú greinir þetta að því það sem þið gerðu á meðan þau voru að leggja út með þessa nýju menningu var sko að þau murkuðu lífið úr frumbyggjum Bandaríkjanna sem að mörg hver voru náttúrulega með allt annars konar kerfi ákvarðanatöku þar sem að voru ekki tvíhyggjusamfélög og allir höfðu jafnan rétt þannig að þetta var svo þetta er svo írónískt þú veist að þau séu raunverulega að ganga þarna bara drepandi og myrðandi með einhvers konar fána þess að þau ætla að byggja samskonar félög og þau eru að ganga frá er eiginlega stuttaútgáfan af þessu veist, og þetta er náttúrulega og ofta sem að hlutum er svolítið alveg snúið á haus þeir eru akkurat öfugt nánast við það sem er talað og talandi einmitt að valdhafar er ráðandi kerfi sem mögulega er að tvístra fólki og búa til einmitt svona mýtur og fordóma og annað þá á nýlendu tímanum þegar hann var að byrja fyrst þá þú veist líka vísindabyltingin eiga þessi stað eða svona cirka bát og það kemur fram svona vísindagrein sem er samt bara bull vísindafólk þess tíma var ekki að kaupa höfuðlagsfræðina, svo kölluð þar sem að þeir voru að mæla höfuðinn og segja að fólki í Afríku með þetta stórt höfuð og þess vegna eru þau ekki eins greind og hvíti maðurinn sem er klárlega mun betri og gáðari og til þess fallin að drottna yfir Afríkufólkinu og þau í Indlandi og Suður Ameríku, þetta var sem þeir voru að segja vísindin afskrifu þessa hugmynd, það var ekki vísindalega hægt að sýna fram á þetta í alvörunni en þessu var haldið fram samt stöðut af öflugum aðilum í þessu samfélagi til þess að halda þessari hugmynd uppi til þess að geta einmitt réttlætt áfram þetta ofur arðran kúgun og ofbeldi. En þetta er mjög góð punktur, það er mitt talað það líka í svona kjölfar þessara eins og frönsku byltingarinnar og upplýsingin og allt þetta, það sem er svo mikið talað náttúrurétt og réttindi einstaklingsins og allt þetta við erum allir jöfn og svoleiðis og þá kemur samt svona bylgja af allt í hennu vísindakenningum og svona verið að reyna að renna svona einhverjum vísindalegum stóðum undir eins og kynjamun og mun á þá kynþáttum og hugmyndin kynþátt bara og alls konar hugmyndir það já, heyrðu, nei, býtum við erum allir jöfn og allt það en konur eru reyndar með leg og það hefur verið beintenging við heilan og erfitt að treysta þeim fyrir
pólitískum ákvörðunartökum og eitthvað svoleiðis, þannig að það er mjög áhugavert að sjá það bakslag og líka einmitt í bara kjölfar einmitt innbyltingar og hérna eins og þetta með að konan svona, hún verður að einhverju svona húsdýri, að þá tala líka kannski áður í hérna, þó það hafi verið bara alls ekki engin fyrirmyndar þjóðfélög, en ef við erum að tala bara þessi bændasamfélög og hérna þar sem að fólk kannski þá var öðruvísi skilmiðli, þá var þetta opinber og engasvið ekki orðið jafn skýrt, þannig að þó allir voru bara að vinna einhvern veginn bæði utan og innan heimilis, og þetta var líka opinber vettvangur þar sem að þú gast verið bara manneskja með manneskjum, hefur segjum svo, og að því í dag síðan þá er það líka náttúrulega vinna. Mér finnst alltaf áhugavert að pæla í því líka, hvað er vinna? Þetta er náttúrulega strit, og við erum í launavinnu til þess að geta bara lifað og við viljum líka, við metum frítíma líka mikils, en vinnan er líka eitthvað sem að kannski er mikilvægt fyrir okkur, bara fyrir að þróa okkur sjálf og þroska og hitta annað fólk og bara mótast sem einstaklingar. Þannig að það er ekki, já, svona hluta af eitthvað svona opinberu lífi, þú veist, utan, stöðu ykkur, svona félagslega stöðu og svona. Já, félagslegt lífi, eitthvað svona utan fjölskyldu, já. Hugmyndir mannlegt eðli eru svona öflugar held ég mjög í pólitískt og hugmyndafræðilega í dag, og það eru mjög margar hugmyndir mannlegt eðli. Kapitalismin segir okkur að við séum, kapitalistar segir okkur að við séum eigin hagsmunaseggir og við séum bara að hugsa um okkur sjálf og svona, og þú veist, það verður Thomas Hobbes, gæinn, breski held ég, hann var alltaf að tala um að við þurfum eitthvað svona leviathan, öflugt ríki sem heldur öllum í skefjum, að það er allir svo mikil óharga dýr. Þú veist, en ég held að mannfræðin sé nú ekki alveg að sýna fram á þetta, dæmin sem við höfum eru ekki alveg, hvað segir þú það, Sanna, eru við svona mikil óvarga dýr? Nei, ég fekk hérna allt í einu smá endurlit sko, úr mannfræðikúrsum Homo economicus, þú veist að við erum ekki, sko, þessi spurningi eru við alltaf að reyna að hámarka okkar, einhvern veginn það sem við höfum fyrir okkur sjálf, eða eru við meira þessar félagsverur sem viljum vinna saman, og þú veist, ef við skoðum bara einhvern veginn svona söguna, þá myndi ég nú halda að hvað sem við vinnum best saman einhvern veginn í hóp, þú veist, það hefur alltaf sýnt sig að þegar við vinnum saman að þá skilar það alltaf árangri frekar en að vera eitthvað út í okkar horni að hámarka okkar hvað sem já. Okkar eigin stöðu og eigin fjárhag og svo framvegis. Að við erum ekki alveg þar, sko, þú veist, við erum svona hópdýr. Og það líka verðist vera mjög breytilegt hvernig mannleg samfélag geta verið. Þannig að það kannski gefur okkur til kynna að við getum skipulagt hlutina mismunandi átt og þá verður mismunandi niðurstaða. Mæðraveldi. Já, bara alls konar ólík samfélög sem eru mögulega, sko. Það er ekki eitthvað svona fasti að vera, þú veist, kendur við föður sinn og hugsa einhvern veginn svona þessi svona hugmyndum að pappin sé einhvern veginn höfu fjölskyldunar og þú veist, börn og systkini sé að skilgrunn sig út frá þeim. Þú veist, það er alls konar svona í sögunni sem þú veist, það er alls konar útfærslur á samfélögum, sko. En líka svo margir sem halda að þegar maður segir sko mæðraveldi að við séum það bara automatist að spegla beint yfir, að við séum alltaf að tala þú veist, að það sé einhver höfuð og það sé valdaójafnvægi, nema nú sé bara veldin komin til kvennanna á meðan mæðraveldi felur í sér dreifræði, sko. Þú veist, Já, mér finnst þetta nefnilega að vera þarna forsendan til þess að hugsa eitthvað. Þú veist, að þá heldur fólk bara að svoppa þessu yfir, þú veist, þá hlýtur að defaulti hlýtur þá að vera bara feðraveldi eða það sá við. En kannski tengist þetta líka, ef ég má grípa hennar punkt hérna þessi með ólaunaða vinnu kvenna, að hún kannski, sko, við verpum svona ljósi á hana, að þá sjáum við rauninni að þessi einstaklingshyggja sem að, til dæmis þessi hugmyndum Homo economicus eða hérna stríð allra gegn öllum eins og Thomas Hobbes, hún er í rauninni mjög takmörkuð og kannski bara, ég vil ekki segja lygi, en svona, þið vitið, að því að við erum í krafti þess að það er ykkur sem að bera umhyggju fyrir okkur og við þörfnumst umhyggju mjög stóran hluta lífsins í rauninni. Við erum að hjálpa stað og það er hérna,
Já, mikil umhyggja baki Já, bara ekki allt lífskeiðið, ég menna maður hugsa það, bara allt lífskeiðið lítur að vera. En þið ekki líka að vísa í sko greiningar og kenningar kalla sem voru gerðar af köllum í árhundruð og svo bara og stuttar á einhverjum sem eru sömu skoðunar og með sömu einhvern veginn gildi og svo koma konur og fara að rannsaka hlutina og þá bætt við forskeytuna að það sé feminísk hagfræði eða feminísk fjármál eða þið veitir, en þetta ekki bara, þú veist, þetta grundvöldin og þarf að taka tillit til alls, sko. Mér var að hugsa til þess, mér var svo geggjubók Who Cooked Adam Smith's Dinner. Adam Smith er þekktur sem faðir hagfræðinnar, hann heyrði, ég alltaf í kanninhólinu minni í hagfræðinni og þetta sænsk fjölmiðlakona sem skrifa bókina og þá hafði hann komist að því að ég man ekki hvort það var systir hans eða mammans sem var bara heima og sá hann alfarið, eldaði allar máltíðir, þvoði allan þvott og þá auðvitað gat hann bara einbeitt sér að því að vera að skrifa og grúska og framleiða einslega mikið og meðan hún alltaf framleiði líka mjög mikið og þá var þetta þessi spurning að því að þá tekur hann ekki tillit til þess hvaða áhrif það hefur inn í verðmætasköpunina eða hverju að skila til samfélagsins öll þessi störf, þessi ósýnilegu störf, sko. Það mætti taka fram í formálum þessara bóka bara hversu mikil vinna er þarna á bakvið sem ekki verðmætin vinna kvenna oftast eða eitthvað sem er að sjá fólk. Já, og hún röksir þetta mjög vel, sko, hún tengir alltaf inn í, og svo bara með nútíma þekkingu, sko. Og svolítið svo talum á þann að landsframleiðsla tekur ekki tillit til þess að þátt á og svo framvegis, sko. En þessi vísindi og svona misbeiting þeirra oft gjarnan það kemur fyrir og gert eins og með Hobbes, hann með svona kenningar og þeir sem helst taka upp þessar kenningar eru þeir sem eru með völdin og eru með nýlendunar og vera að græða á núverandi kerfið, þannig að það kemur kannski ekki ávart en eru þið að verða varar við það að svona hugmyndir hvað kona og hvað kall og svo eru fræðimenn að vitna í ýmsar rannsóknir sem eru kannski vafasamar eða haldi ekki alveg vatni en þeir menn eins og Jordan Peterson, ef þið þekki hann og þau vilja fara að tala eðli kvenna og eðli kalla og telja sig vera með svona góð vísindi sem að segja ýmislegt. Kannist þið eitthvað þessa umræðu? Já. Ég bara bilast yfir henni. Já, en ég bara bilast yfir henni líka. Ég meina þetta bara rosalega... En ég fann rökstuðning í þessu, sko, að því ég fór í kanninhóli með þetta líka og þá segja vísindar okkur í dag og bara því við erum að taka viljan fyrir verkið svolítið síðan ég las þetta en sko til þess að reyna að setja þetta yfir á svona aðgengilegra mál að heilinn okkar eins og mósaík. Þannig að þú ert aldrei með einhverja þætti sem eru meina kvenlægir eða kallægir. Við erum bara öll alls konar og þú getur þá skilgreint þess sem kall og fæst í þeim líkama en þú ert bara með jafn mikið einhver svona sem að í samfélaginu skilgreint sem kvenlægt heldur eins og einhver við hliðina sko. Þannig að bollocks segja. Þetta er svona félagslegt konstrukt, já. Ég meina þú ert að setja fólk í bara einhver tvö hólf, ég meina þetta er bara galið, ég meina það vita það er auðljóst. Svo finna þær kannski eitthvað svona smá tilhneigingu, konur eru kannski að mælast aðeins meira svona agreeable á þessum persónuleika vítum sem svona samvinnu þér og þá segja þeir sumir sko, eins og Peterson sko, þetta sýnir fram á það að konur séu eðlislega öðruvísi en karlmenn. Sko, í fyrsta lagi er þetta pinkulítill munur sem þeir eru að mæla en þau eru alls ekki að komast að niðurstöðum það að það sé einhver eðlismunur. Heldur mögulega er þetta bara birtingamynd samfélagsins eins og það er núna, það eru umhverfisáhrifin, það eru menningin sem er kannski að búa til þennan mun þarna. Þetta er bara félagsleg smíð, það er ekkert eitthvað, þú fæðist ekki sem kona og ert náttúrulega eitthvað góð í því að elda því þú ert kona, sko. Það er náttúrulega bara, þetta er bara svona félagsleg smíð, þetta er ekki eitthvað svona eðlislegt, eitthvað, já, konur eru svona, kallar eru svona, það er bara, þetta er allt félagslega skapað. Finnst einhverjum gaman að þrífa? Nei, og líka eitt eru svona fræðilega rannsóknir og ég veit ekki hvaðan þessar rannsóknir Petersons og fleiri koma, hvað er krafa að gera svona rannsóknir og svo í öðru lagi bara að horfa einmitt á samfélagið í kringum sig og sjá hver er góðu kokkur og ekki góðu kokkur og hver er vitið. Nei, menn svo þetta líka svo klikkað að því að það eru helst konur sem að annast eldamennskuna innan vekja heimilisins en svo kemur í maturuslu manna samfélagið að það er það aðalega kallar og að með sæmis búið framlega alls konar rannsóknir bragðskyni, brenglist þegar konur eru á blæðingum til þess, allt þess að minnka, þetta er svona sama dæmi, þú ert alltaf að reyna að taka einhvern veginn og minnka stöðu einhvers út frá hinnu og ég meina það var bara núna á Food and Fun, það voru yngir kvenkiskokkar sem voru fengnir til landsins og það inspirerar á kennaverkvalli bara
kvennakokkarnir sem fáralt fórskeyti, en þú veist hérna voru að mótmæla þessu. Já, ok, einmitt, en ég meina, já, þetta gott dæmi, einmitt. Kokkarlandsliðið, þú veist, strákarnir okkar, öll þessi menning versus, já, ég meina, hver hefur ekki átt kærasta sem tekur sér 2-3 klukkutíma í að elda kvöldmat. Nei, ég bara spyr. En mér finnst líka svolítið áhugavert með þetta sko að af hverju kannski svona íhaldsamar hugmyndir ná fótfestu eða verða svona einhvern veginn, já, njóta fylgis, þannig sé, til dæmis hjá ungu fólki og og þá getur maður líka setta þessi samhengi við sko, þú veist, eitthvað sem einkennir okkar svona nýfrjálshyggju menningu að það er engin fórnalamb í rauninni. Þú ert alltaf, þú veist, það er ekki, það er svolítið svona, það vill engin einhvern veginn skilgreina sig sem fórnalamb, heldur, það var allir einhvern veginn valið sitt hlutskipti. Það er svolítið svona orðræðan. Og ég var einmitt að lesa bókin hennar Arlie Hochschild daginn sem að skrifaði þarna önnur vaktin í Second Shift og skrifaði þetta fyrst 89 kemur hann út svo í einhverjum endur skrifum útgáfum í byrjun 21. aldarinnar allavega hún talaði sko, hún tók viðtölu fullt af pörum og sum af þeim aðeldist mjög svona íhaldsama verkaskiptingu innan heimilisins, bæði konur og kallarnir og hún talaði þetta sem svona líka kynja strategíu og svolítið tengt þessu sko, þó þetta sé það gamalt, alveg 30 ára gamalt, en þá var þessi nýfrjálshyggju orðræða svolítið komin inn í hausinn, sko, við erum líka að velja þetta og svo ef að þínir möguleikar eru svona takmarkaðir, eins og þeir eru kannski, að þá býrðu til einhverja narratífi það kannski að þetta í rauninni eins og hlutinir eiga að vera og ég hef valið það og ég ætla ekki að streitast gegn einhverju, þú veist, eins og ég er ekki að streitast gegn eðli mínu, ég hef vel að gera þetta svona og þá kemur út sem einhvers konar survivor eða, svona cognitive dissonance, þá fyrir þetta eitthvað að verða satt í huga þínu. Já, þú þarft einhvern veginn að búa til einhverju narratífi sem að já, fyrst að þetta hlutskipti mitt, þá ætla ég bara að verða best í þessu. Og ætla ég óna þetta. Það er ekki líka bara ótrúlega þýstingu frá samfélaginu, þú veist, þessi ákafamaðurinn þú veist, og bara hvernig fullkomna kona lítur út og þú veist, það er einhvern veginn allt elda frá grunni sem tekur einmitt 3 tíma og þú veist það er búið sóttrins heimilið og líka við fann að sauma kjólana aftur eins og amma gerði og þú veist að því að það er svo loftslagsvænt og þú veist maður er alveg sammála þessu sjónarmiðum en hvenær ætlar bara að fá að anda honni í maga og bara hugsa eitthvað annað. Já, og þetta er svipað trend sem gerðist eftir seinni heimsstyrjöld þegar konur voru sendar aftur inn á heimilin og þeir allar hreingerningarvörurnar þú veist, þetta er svona frá 50-60 Betty Friedan líka talaði þetta var það ekki, þú veist svona hreingerningaæði, þú veist að þá varstu raunverulega sett inn á heimili, lokuð inn sem húsmóðir, alveg svo var líka í kringum stjórnarskrána amerísku, bara svo maður sé svona með mjög vestræn dæmi, en ég meina þessi feðraveldi út allt þetta, en nú gerist það svolítið í kringum svona eins og make-up og svona, þú veist svona förðun, þú veist, þú ert ekki eiginlega kona talandi hinn fullkomna líkama, hann núna á einhverjum sterum, þessi fullkomni líka með öllum filterónum, þú veist, og þessu líkamsræktar trillingi, öll fötin, ekki snúða þig, maður fær áminningar og skilaboð á Facebook bara hárið, þú veist Sanna, hvað er hárið? Ekki bara að safna þú varst svo falleg svo falleg falleg, þú veist, sætust mín þú veist, þessi mér finnst þetta rosalega áhuga. Þú ekki við eitthvað sko fegurðar, þú veist, af því að ég fekk oft, þegar ég var að taka fyrstu viðtölin, að þá kom alltaf að vera að brosa meira. Ég bara, já, ég er að tala misrétti eða verku, eða þið veit eitthvað svona og bara það er ekki bros tengt efni sem að þú veist, en þá er þetta og þú veist, ég var alltaf að spyrja bara, en segir þetta við kallana? Já, ég sé einhvern kall brosa í viðtali. Ég bara spyr, einhverju almennilega málefni. Það er svona alvöru að segja. Þetta er alltaf öðru þessu kröfur. Já, en þetta eru óþolandi nefnilega endurtekið efni, þessar kröfur, sko. Þannig að minnst þetta sem að þú varst að tala Vala, þú veist, þetta er endurtekið líka bara frá 1700 og Súrkál, sko. Þegar konan er bara domesticate, þú veist, það er alltaf verið að domesticate okkur. Og þú skalt það bara líka revolinit og vera bara rosalega stolt af því og það er þessi fasismi sem að maður getur haft ágjur af í dag, sko, sem er að gerast náttúrulega bara. En ég held að stórt í þessu síðan og varst að nefna hérna áðurna og fórum í upptöku sko að spyrja sig alltaf sko hvaðan kemur þetta þú veist að það er líka alveg ansvöngur að sína hvað við erum að erfa mikið þannig að eitthvað sem ég kannski forröndið af í dag
er kannski komið út frá einhverjum heimilisaðstæðum, þú veist, og afa, eða þið veitir, og svo bara erfist þetta og þá svona, þetta bara eitthvað ómeðvitað norm og ég átta mig ekki einu svona á því af hverju þetta orðið norm en svona þetta bara. Já, hlutverkaskiptingin. Já. En ekki líka verið að tala eins og, þú veist, fyrst við erum að nefna hérna ákafa mæðrun og fleira, en eins og fæðingarorlofið í Noregi, þú veist, sem nú með því lengsta í heimi, eða ekki? Ekki líka að vera einhver svona þróun þar sem að norskar mæður jafnvel draga það að fara aftur út á vinnumarkaðina því þær telja sig hafa það svo gott heima, þú veist, og það svona hreyfing af konum sem að láta frá sér réttindi líka í Bandaríkjunum. Það á öllum Norðurlöndunum og alltaf búið að vera lengri tíma á hinum Norðurlöndunum heldur en hér á landi. Sko ég hef ekki heyrt þetta, en það náttúrulega kom svona, já hvað maður segja, trend fyrir nokkurum árum og þá sérstaklega svona vestrænt, að þá var einhvern veginn eins og konu var að taka völdin aftur og þar mættu bara velja sér að vera heima og þetta var einhver svona frelsisbarátta að því þær geti ekki gert allt og ég meina Ameríka er náttúrulega bara með engan stuðning fyrir barnafjölskyldur, þannig að þú veist bara einhvern veginn, já, ég meina þú ert basically að sinna öllum verkefnunum ofan á allt hitt, þú veist, þannig að það er ekki kannski alveg hægt að líka því saman. En það kom líka svona smá, mér langar að segja þetta hafi verið svona 6-7 árum, að þetta fór svona aðeins allavega yfir líka á hinn Norðurlöndin og það var einhvern veginn viðtölu konur sem hefur verið í einhverjum æðstu stjórnunarstöðum álagsmiklu starfi 5-6 ár eða 10 eða eitthvað, aldrei sér börnin sín og bara vildi þetta ekki lengur, vildi ekki missa börnunum. En þú sér aldrei svona viðtölu kalla og líka sko munurinn á, ef við tökum eins og konur í svona æðstu stjórnunarstöðum, að það eru yfirleitt giftar körlum sem eru líka í álagsmiklu starfi á stjórnunarstöðum, en kallarnir heilt á litið, og þeir eru náttúrulega miklu fleiri, þá eru konurnar þeirra annarkvort heimavinnandi í hlutastarfi. Akkurat, já. Þú veist, þannig að það er þetta líka, þú veist, og ég er ekki að tala fyrir að alla konur að vera í stjórnunarstöðum, en þú veist, þetta er einhvern veginn sama, þú sérð bara svona sama trendið alltaf yfir alla hópa, þú færið ekki sömu möguleikan og sama stuðning, hver eldaði matinn þinn, þú veist, dæmið skilur, og hérna hver sér börnin, sko. En ég meina við fundum það líka eins og umræðinni hérna heima þegar það komaði lengjafæðingarorlofið og öll heildarsamtök launafólks voru með þau kröfu að ættu þá að skipta því jafnt. Bara halda áfram því sem var byggt í byrjun að væri feðrakvóti, þú veist, hérna 3 mánuðir og svo bara ætti alltaf að passa upp á þetta og þú getur ekkert framselt af því það breytti bara hegðun feðra á einni nóttu, feðrakvótin þannig á sínum tíma. Og þá kom rosa sterk bylgja, bara við viljum vera heima, þú veist, okkar er valið. Mæðurnar. Já, svolítið svona forræðishyggjan í þessu og svo reyndar alveg rétt, þú veist, við erum að læra launum og þetta kemur sér betur fyrir heimili að við sem meira, þú veist, fráheldur en hann, en það sem já, en þá ertu bara festið til sessi til framtíð. Já, ég er að segja það, já, fyrir heildina líka. Já, því þú sagðir, þetta er samfélagslega ábyrgð að gera þetta ekki svona. Ég bjó lengi í Svíþjóð þannig að ég svona þekki það betur heldur en hinn Norðurlöndin en það var einmitt í fréttum bara fyrir svona 2 árum síðan að það var gerð athugun á því þessu með foreldradagana, þetta reiknaði dögum þar og þá sko kemur ljós að skiptingin, hún er ennþá ójöfn, sem sagt konum í óhag eða þannig, það er taka lengra fæðingarorlof en svo kemur í ljós eftir smá athugun að þær eru lengur líka heima ólaunað. Þannig að þær dreifu svo langan tíma. Þannig að það er líka með dálítið flókið með þetta sko svona kvóta og svoleiðis að þá allt í einu eru þær á lægri launum að hugsa börn á heimili þá að þetta líti betur út En með núverðurstöð þá kemur þeir út á það sama, þú ert með umvinnabilið þokkabót, skilur, þú veist, þannig að alveg saman hvernig þú myndir reikna þetta, þú veist, það myndir þetta niður á sama, en þú myndir sannlega missa afmánuðum ef að pappin tæki ekki neitt, svo ég haldi áfram í kynjatvíkjunni í þessu dæmi. En það er líka annað dæmi sem ég veist áhugavert frá Svíþjóðum, það var fyrir nokkrum árum síðan að það var kallað förskúli upprúrett, að það voru leikskóla starfsmenn að bara það voru svona frásagnir svolítið eins og í Me Too, bara hvað aðstæður væru hörmulegar og það er undirmönnun og illa borgað og allt þetta og og í þeirri umræðu kemur svolítið upp svona meðal þess starfsfólk sko í rauninni þá er þetta slæmur staður fyrir börnin og þá kemur sko það er betra fyrir börnin að vera heima lengur og eitthvað svoleiðis og það náttúrulega
það einhvern veginn spila saman einhvers konar íhaldsamar hugmyndir hvað börnunum fyrir bestu, að vera heima alltaf og það náttúrulega getur skrítið ef að þessu staðir leikskólanir eru undir mannaður og bara fjársveltir, þá náttúrulega eru aðstæðunar kannski verri heldur en maður myndi vilja kjósa, en ef að þetta er kannski ykkur orðræða sem er auðvelt að grípa í og þú upplifir þetta á eigin skinni bara, þú nærði ekki að sinna börnunum nógu vel, ég líður ekki vel í þessu starf, mér finnst ég ekki vera veita börnunum það besta, þá myndi ég freka vilja vera heima og hugsa börnin mín, það er svona hvaða bjargræði hefuru, hvaða orðræður eru til taks, hvernig upplifir þú og hvernig svona, hvernig skilgreinir þessar aðstæður. Það náttúrulega ekki, ég meina sveitafélög eins og Hafnarfjarðarbær og Kópavogur eru byrjuð með þessar heimgreiðslur til þess að bregðast við þessu í raun, sko. Ég las nú eitthvað þráð á samfélagsmiðlum daginn, það sem var svona almennt heilt yfir séð voru foreldrar ekki ánægðir með þessa lausn, sko. Þetta myndi ekki nýtast heim. Nema það var að vaktavinnu fólk sem talaði mögulega að þetta geti nýst heim. En eins og einstæða foreldrar, einstæða mæður og fæðingarorlof, það er ekkert eitthvað í öllum tilfellin svo getur sjálfkrafa fengið, þú veist, þá hina mánuðina, eða þú veist, það fyrir eftir samvinnu vilja að það ekki hjá hinu foreldrinu ef það er ekki að taka þátt. Já, í fæðingarorlofinu. Að þá, eða þú veist, ef það er einstætt foreldri sem er að ala upp barnið og það er náttúrulega alltaf hitt foreldri er að einhver staðar sem bjóti barnið. Mér finnst það líka svona umræða. Já, og það er mjög langt síðan að koma inn, sko, þú veist, ef þú fyrir teknifrjókun eða ætlir, þú veist, ein barn eða álíka, þú veist, þá áttu náttúrulega fullan rétt og svo er alltaf að berjast fyrir þessu, þú veist, en það verður að tryggja að þetta er réttu barnsins, þú veist, þetta er ekki bara réttu foreldrana til að njóta samvistar við barnið sitt, þetta er líka réttu barnsins og má ekki mismuna svona. Og þá var alltaf einhvern svo rosa hræðsla við það ef þú myndir búa til einhverja leið til að tryggja einstæðum foreldrum bara fullan rétt, að þá ef við segjum, sko, þú veist, fólki sem hittist eitt kvöld og úrvarð barn, skilur, að þá yrði aldrei hinu foreldrinu gefið tækifæri, sem er oftast faðir, til þess að vera með barninu og svo þekkjum við náttúrulega alls konar dæmi, þú veist, ofbeldi eða bara, þú veist, og hann að núna síðastra breytingi var og þá var sett inn svona matskent ákvæði, en ég veit því mér ekki alveg hvernig það virka, hvort það hefur leitt til þess að fleiri einstæði foreldrar séu að fá, þú veist, alla 12 mánuðina. Það vantar svolítið bara, að því þetta er líka, þetta er svo segfljótandi að sjá breytingarnar, þú veist, áhrifin á þessu. Langar að tala um eitt svona kannski víðara ljósi einstaklingshyggjuna og nýfrjálshyggjuna og þetta nýhægri sem við erum að sjá, þú veist, Jordan Peterson og svona nýhægrið er að reyna að segja við okkur að þú veist, við eigum bara að fara tilbaka eins og þetta var. Konan er æskilegri húsmóðir, þú veist, það eru 2 kyn og kallinn verður bara hægt að væla og fara út að vinna og gera eitthvað gott úr sér, þú veist, og við guðanabænum ekki tala að samfélagið sé eitthvað vandamál, þú ert vandamálið, er það sem að nýhægrið segir við einstaklingin, þú veist, en þau skauta alveg framjá einmitt hnignun velferðarkerfanna hérna í Norðurlöndunum, þannig að þú veist, konur kom út á vinnumarkaðin í auknum mæli eftir seinna stríð og unnu mikla sigra og baráttu og svo framvegis, en svo í kjölfari nýfrjálshyggjunnar þá byrjar hnignunin á velferðarkerfanum og lífið verður bara erfiðara fyrir fólk almennt og það er erfiðara að berja sér út almennilegt líf, þú verður að vinna og börnin líða fyrir það mikið oft, þú veist, þegar foreldrarnir ná kannski ekki að sinna þeim eins og skildi og hvað þá ef að velferðarstofnanirnar eru ekki heldur að ná því. Að þurfum við ekki að bjóða einhverja aðra sýn, að berjast fyrir einhverja annarri sýn einmitt að styrkja þessu opinberu kerfi, að auka frelsi allra, ekki, þú veist, einhverja örfárra sem er það sem mun gerast áfram ef við höldum þessari stefnu áfram og hlustum á þetta nýhægri og pælum ekkert í, sko, svona grundvallar stofnunum samfélagsins og hvernig þær eru að fungera. Skilji hvað er að fara? Já, ég fyrir bara að hugsa maður fyrir að hugsa bara hver er mín útópía. Stytta vinnutíma allra. Það er byggur, að þú veist, já, að því að ég var að taka saman, sko, ég meina, það var 100 ára afmæli kröfugönguna 1. maí í fyrra og þá var ég að horfa, sko, hverju voru kröfuna þá og þú veist, það var alveg að byggja landspítala og þú veist, fátækrastuðningur og alls konar sem að, þú veist, ég meina, fólk hafði engin réttindi og svo mitt, þú veist, hver er framtíðarsýnin? Nei, ég finn það, við erum oft svona, við erum bara að stagbæta núverandi kerfi í stað fyrir að bara
opna upp og bara hugsa þetta alveg upp á nýtt, sko. Bara hvernig viljum við hafa þetta? Svo það kannski ekki heldur geimvísindi að þegar við náðum að byggja ótrúlega öflug velferðarkerfi, bara fjármagnaði að fá gott fólk í það, þjálfa gott fólk í það og svo framvegis, þetta er ekki eitthvað sem er eitthvað ótrúlega fjarstæðukennt. Held ég allan að tryggja svona grunninn að fólk hafi mjög góð laun og mjög góða þjónustu í nærumhverfi sínu. Þetta er alls ekki eitthvað fjarstæðukennt eða útópískt einu sinni. Það er alltaf hluti af þessum hagfræðikenningum, blessuðu. Já. Að þetta eru bara útgjöld. Þú veist, það er ekki að horta á þetta sem eitthvað sem er framlag til samfélagsins, heldur er þetta bara, og þá, þú veist, og það hefur áhrif á ákvarðanatökuna líka. Þú veist, það er mjög sjaldan velt upp, þú veist, hvað myndi kosta að gera þetta ekki? Ég meina, hvað ætlaði að kosta okkur sem samfélag núna við séum ekki með nýja landspítala? Bara út frálega starfsfólk eða aðbúnaði eða hverju komast að eða allt fólki sem kemst ekki í einhverja tiltekna aðgerð og er þar með frá vinnumarkaði, skilji, öll þessi afleiddu stóru áhrif. Að það einhvern veginn fylgir sjaldan sögunni og maður getur tengt þessa punkta við bara hvað sem er, hvort sem við erum að tala um loftslagsmálin eða núna húsnæðismarkaðin eða þetta, þú veist, þetta er svona... Eða heilsu fólks, andlega heilsu með alls konar svona Það eru vísindin mjög skýr, fyrirbyggjandi aðgerir og fjárfesting í þeim, það bara borgar sig tífalt eða eitthvað. Það er bara, við náum ekki einhvern veginn pólitískt og sem samfélag að koma því í verk einhvern veginn. Einmitt. Og það verðist vera sama einhvern veginn hvernig einmitt útgjöld, kostnaður og tekjur, ég meina, mér finnst alltaf svo áhugavert bara hvernig peningarnir renna. Ég hef bara heyrt í hagfræðingum, einn sem að setja stundum hér, sko, en hann var einmitt að útskýra hvernig Norðmenn byggja, þú veist, sína velferð á olíunni, þannig að 80% af auðlindarentu olíunar rennur til norska ríkisins, 20 til þeirra sem að verkana á Íslandi og það er vist líka þannig, sko, í Sádi-Arabíu. Þessum eru prinsarnir alltaf svona vel til hafðir. En síðan er það hérna þannig á Íslandi með eins og sjávarútvegsauðlindina, þú veist, að þá eru 90% renna til þeirra sem að verkana, eða verka hérna sjóin, en 10% til ríkisins. Og svo bara hugsa maður bara, eins og sjókvíeldi núna, þú veist, þau fá þetta bara frítt, verðist vera með hræðilegum afleiðingum fyrir land og náttúru. Já, ég veit ekki, þetta er hérna... Samanlega orkumálin, þú veist að almenningur er að nota bara brotabrót, einmitt, og einhverjir kanadískir kaupendur hérna á sjóndeildarhingnum. Já, það er margt mjög skrítið við hvernig hið kapitalíska feðraveldi, nú er ég að tala sem sósíalskur feministi hérna, fer með þetta, sko. Þú veist, þetta fjármagnsvald, þetta auðvald, þetta er rosalegt. Að ég meina, og ef að samfélagið á síðan að vaksa í takt við kannski þennan hagvöxt og við verðum með eitthvað svona alvöru velferð hérna, að þá þarf líka, þú veist, þessi kapitalismi þarf alltaf meira og meira vinnuafl, ég meina þau líta bara alltaf sunnar og sunnar á bóginn eftir ódýrar vinnuafli. Karl Marx skrifaði að kapitalismi eyðir tvennu á það til að gera það og það eru fólki og náttúrunni og einmitt núna með það sem er að gerast ef það fara að einkavæða og setja kvóta á firðina þeir eru að fara að rústa fjörðunum en við komum kannski eins betur fram við fólki okkar en gengur og gerist á flestum stöðum í heiminum því miður. Líka, mér finnst bara athyglisvert skjóta inn í því að tala um svona, þú veist, fjármagn og þessi grunnkerfi, þú veist, var að hugsa bara til þess einmitt fyrirsagnir í fjölmiðlum, strætó rekin með tapi. Þú veist, það eitthvað markmiðið að rekstur strætó sé fjárhagslega sjálfbært? Þú veist, það aðal markmiðið eða bara strætó sé góð þjónusta í samfélaginu sem að bara fólk geti treyst á og bara njóti þess að ferðast með og sé áræðanlegt, þú veist, þannig þetta er svona athyglisvert líka hvernig hlutin eru settið fram bara í umræðinni og í fjölmiðlum og svona hvaða spurninga að vera að spyrja bara já, strætó er ekki með tapi, hvernig ætla að laga það, ekki þú veist, sem útgjöld, hvernig ætla bara að laga strætókerfið af því að þú veist það er grunnkerfið sem fylgt að fólki í samfélaginu treystir á. Það kom mér á óvart einmitt bara daginn þegar RÚV fór að fjalla um þetta, þá byrja þau á því að taka þetta fram, þú veist, þetta er hugmyndafræðin einhvern veginn sem sést þarna mjög bersýnilega, þetta er ákvörðun að horfa á þetta svona sem ákvörðun sem snýrilega út af því að þetta er tap að setja 80 milljónir í strætó og hann sé í einhverjum halla, þetta er bara fáránlegt af því að einmitt eins og við höfum nefnt að það er ómælanleg svona verðmæti sem skapast, eða allavega illmælanleg verðmæti, það er alveg hægt að mæla þau bara hversu öflugar eru samgöngur og svona, þetta skiptir gríðarlegu máli en þessu er bara haldið að okkur klárlega, maður sér það er öflugar raddir í samfélaginu sem vilja bara að við hugsum þetta á þessum nótum en ekki á okkurum öðrum nótum en
Sanna, Valgerður, Sonja og Sara, takk kærlega fyrir mjög skemmtilegt spjall. Við fórum á dýptina og ég fíla það, ég þakka ykkur kærlega fyrir og við stöndum saman í baráttunni. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. Og þið kæru hlustendur, takk sömuleiðis fyrir fylgdina. Stöndum vörðum almanna hagsmuni réttindi okkar allra, stöndum saman í þeirri baráttu og stöndum gegn náttúrunýðingunum sem að vilja hreinlega engafa firðina til framtíðar, til enga gróða örfárra á kostnað okkar allra.